ég að sýna þennan bolla fyrst, sýna Gísla bolla það. Má ég það? Sérðu það? Þetta aðalega fyrir Gísla. Við skulum senda honum mynd bara eftir. Skal senda þér mynd. Hvað bollin? Nei, ég sé hann ekki. Þú verður mjög ánægður með þennan bolla, ég get sagt það. Já. Ég bara trúi þér. Þetta flott, við erum akkurat að fara í lofti. Nú, já. Herðu, þá bara setjum við fund. Mér svona skrítið að vera hér, ekki í tölvunni. Þennan síðasta fund þessa ráðs, allavega í bili. Og þá hef ég bara, það er bréf frá Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu vegna fjárfestinga og viðhaldsáætlunar. Þar sem við erum beðin að lista upp okkar tillögum að verkefnum inn í þetta plan, þetta 5 ára plan. Ég sendi póst á ráðið, það var ekki búin að fara svör, þannig að ég ætlaði að leggja til og þetta er svona yfirgripsmikið verkefni til þess að taka fyrir svona í umræðu að ráðsfulltrúar geti sent fyrir vikulok á mig tillögur fyrir fjárfesting og viðhaldsáætlanir Reykjavíkur okkar hverfi bara fyrir lok viku og ég myndi svo taka saman hvað okkar tillögur eru og senda á til afgreiðslu áður en við erum valdlaus hópur. Er fólk sammála því? Ég er að velta fyrir mig eitt atriði hérna. Við náttúrulega gerðum eitthvað svipað, ég man bara hérna í fyrra og vorum að taka saman öll þessi atriði og eitthvað. Það var nú gaman að sjá bara hvað mikið af því var eiginlega bara komið í verk og hvort að eitthvað af því verið sé bara búið. Þetta var nú, ef ég man rétt, þá var það svolítið stór og góðu listi. Já, það er hérna, sko ég veit ekki hvort það sé að taka saman hvað er búið og hvað af þeim lista. Já, það var tækifæri til að spyrja út í það á kynningafundinum. Já, ok. Hann fór yfir það einhverju leyti fyrir önnur ráð. Já, það er skjal með hvað er þess að... Það er hins vegar gert ráð fyrir því að ári að íbúar fái svona betra yfirlit yfir ábendingar síðast árs. Já. Það var hluti af þeim svona breytingum sem voru gerðar á tillögum eða uppfærslu á svona tillögum stýrihópsins sem voru samþykktar núna í vor. En ég sé samt bara það er skjal sem heitir 5 ára fjárfestinga yfirlit sem er skjal númer 2 held ég inn á gáttina og þar er hægt að sjá mjög greinilega hvað hefur verið farið í til dæmis í ár og það er fullt í okkar hverfi sem ég sé er svona að klárast mikið til. Já, það er í fyrsta lagi afsakið, það var fyrir 21, það var það fyrsti dálkurinn, svo 22 sem er náttúrulega þá framkvæmt í ár og svo er þetta áætlun 23 til 26. Þannig ég allavega myndi, þegar ég að setjast aðeins yfir svona hvað mér dettur í hug en þá myndi ég skoða hvort það sé á plani eða ekki áður ég myndi setja inn. En ég bið sem sagt ráðsmeðlimum að senda bara í pósti þannig að við getum tekið þetta saman ef fólk er sammála því. Glæsilegt. Þá er þetta bara sama orðalag og þið hafi stundum notast við áður, samþykkt að fela formanni í samráði við ráðið að koma ábendingum vegna fjárfestingu og viðhaldsáætlunar til skila fyrir þann 29. maí. Nei, að senda það til mín fyrir 20. til og með 20. og þannig að við höfum þá hina vikuna til að senda það inn. Ok? Þá er það hitt sem er málefni hverfisins. En það er eitthvað áður en við vendum okkur í aðra dagskrárliði. Sérð þú hvort eitthvað sem byrði morgun við þú? Nei. Enginn að beða orð.
Ef við ekki bara loka þessum lið og fara í næsta. Jús, þá bara slekki á streymi. Það var stutt gaman. Þetta var stutt, þetta var mjög gott streymi.